einmitt talandi eignarhald, þú varst einmitt að tala eftir bankahrun 2008 hafi rosalega mikið gerist, þetta mikið eignum færðust til bankana. Nú erum við með raun og veru kerfi hér á Íslandi sem þekkist ekki raun og veru neins staðar annars staðar. Það eru raun og veru heildareignir lífeyrissjóða í fyrirtækjum í Íslandi sem náttúrulega bara, við sjáum þetta ekki neinum öðrum efnahag. Þessi áhrif sem lífeyrissjóðar hafa á atvinnulífið. Hefur Samkeppniseftirlitið einhver áhyggjur af hversu mikil samþjöppun af eignum sem lífeyrissjóðir eiga í þessum fyrirtækjum og sérstaklega þá eiga í aðilum sem eiga að vera í samkeppni? Já, við höfum það. Já. Ef maður fer yfir þessa sögu þá vorum við í alveg afleitri stöðu hérna í hruninu þar sem að bankarnir voru beinir og óbeinir eigendur af bara mjög stórum hluta samkeppnismarka sem við vorum að fást við. Og við, þegar bankarnir voru aðalast yfirráð yfir þessum fyrirtækjum þá fór það í gegnum okkur og við gátum sett skilyrði sem að miða því að flýta þessu ferli og passa upp á að það yrði samt samkeppni þó að bankarnir væru með þetta allt í höndunum. Þannig að það var auðvitað jákvætt skref þegar bankarnir síðan fjarlægðust þetta eignarhald en það sem gerðist í staðinn var að lífeyrissjóðirnir komu og það var líka skiljanlegt vegna þess að lífeyrissjóðirnir voru lokaðir innan gjaldeyrishaftana og erfitt fjárfestingu í atvinnugreinum og svo framvegis þannig að þetta bara staða sem að varð og við höfum allan tíman haft áhyggjur af og talað það allan tíman að þetta væri mjög óheppileg staða þegar sömu aðilar, hvort sem að það eru lífeyrissjóðir eða ekki, svona tiltölulega lítill hópur lífeyrissjóða eiga tiltölulega stóran hlut í fleiri en einum keppinauti á sama markaði og við þekkjum þetta á fjarskiptamarkaðnum og svo getur það rakið markaðina og það segir sig sjálft að þetta ekki heppileg staða út frá sjónarhóli samkeppni þess að við viljum í samkeppnislegu tilliti hafa fjölbreytt eignarhald með mismunandi eigendur, með mismunandi áherslur sem eru tilbúnir að fjárfesta í nýsköpun, sem eru tilbúnir að fjárfesta í að styrkja markaðsstöðu viðkomandi fyrirtækis og svo framvegis. Og við erum ekki alveg með þetta umhverfi núna. Og svo það þannig að þetta ekki, þá að staðan sé óvenjulega þröng hér, hvað þetta varðar. Þá auðvitað eins og Bandaríkjunum, þá þessi stóru sjóðir BlackRock og Vanguard og svona, þeir eru mjög áberandi og þeir eiga oft á tíma í fleiri en einum keppinauti á sama markaði. Og þar hafa menn verið að rannsaka þetta og eru að rannsaka þetta og við höfum verið að fylgjast mjög vel með því og sumar rannsóknir benda til þess að þetta hafi klárlega áhrif á verð og meðan aðrir fræðimenn ekki jafn samferðir en við höfum að fylgjast mjög vel með þessari umræðu og við erum að taka þetta inn í rannsóknir okkar líka eins og við höfum kynnt í þessum stóru samrunum sumum hverjum eins og samrunum á milli dagvörufyrirtækja og eldsneytisfyrirtækja núna sem við erum hér til meðferðar og þá höfum við verið að skoða þetta eignarhald alveg sérstaklega. Þannig að þetta í raun og veru, ef við förum aftur að einmitt fyrstu spurningunni, þetta í raun og veru, við erum oflítið markaði fyrir stóra fjárfesta, við erum oflítið markaði fyrir svona mikla fjölbreytni á markaðnum en að sjálfsög ég skil prinsipið með að einmitt að auðvitað á að vera frjálst markaður en sem neytandi bara komandi frá mér, bara, maður sér þetta ekki alltaf, þetta er alltaf sömu fyrirtækin, þetta er alltaf sömu lífeyrissjóðir sem eiga þetta er alltaf sömu stóru fjárfestingarsjóðir eða bankanir sem eru fjárfestarnir, þetta eru einmitt nokkrar fjölskyldur sem eiga þetta síðan. Hvað hefur svona til bara til að segja við neytendur? Er þetta ástand að fara að batna? Erum við bara aftur að fara í gegnum alltaf sömu súpuna sem við höfum alltaf gert undanfarin ár? Já, við erum alltaf að læra og við höfum alveg stöðu til þess að tryggja það sem samfélag að ástandi batni. Við erum hérna með stofnanir sem eru með augun á þessum vandamálum og eru að reyna að fást við þau, Samkeppniseftirlitið þar á meðal, eru að reyna að finna lausnir
stjórnvöld eru meðvituð þetta vandamál sem við vorum að ræða, þar að segja þetta sameiginlega eignarhald. Og verkefnið eru auðvitað að leysa þá úr því með því að búa til betra fjárfestingaumhverfi og lífeyrissjóðirnir að fjárfesta dreifðara, fara í ríkara mæri með fjárfestingar sinna erlendis og svo framvegis. Þannig að það hægt að leysa úr þessu og við höfum engan annan kost en að finna lausnir á þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í samkeppninni, en þess að ef við finnum ekki þær lausnir þá verður bara verra að búa hérna og á endanum einhver bara seinastur út og slekkur ljósin ef við gefumst upp á þessu verkefni. En það náttúrulega allt í höndum löggjafans þá að gefa réttu tólinn til þess að skapa þennan heilbrigða markað, ekki? Já, löggjafans og atvinnulífsins líka, það þurfa allir að leggjast á árar í því og það bara verkefnið, bæði fyrirtæki og samtök þeirra og stjórnvöld og svo framvegis.